Kærar þakkir og takk fyrir góð erindi. Þetta búið að vera mjög skemmtilegt allt saman og það nú búið að tala svo mikið snjóflóð og mér langar að nefna áður en ég byrja kubbann beint fyrir framan okkur. Það sem sagt, í gær var verið að fjalla sem sagt að það stöðvi að það fari af stað snjóflóðið en kubbinn fyrir framan okkur einmitt svona dæmi upptaka stóðvirki að halda snjónum uppi og ég held að skógur myndi gera það mjög vel. Eins myndi á þessu ári var Rauði krossinn að tilnefna skyndihjálparmann ársins sem bjargaði bróður sínum í snjóflóði við Hveragerði og sennilega ef að það hefði verið skógrækt þar þá hefði þessi björgun aldrei átt sér stað. Þannig að það eru mikil tækifæri með skógrækt í litlum lágum hlíðum eins og kubbanum eins og víða. Ég var sem sagt starfsmaður Veðurstofu Íslands í 15 ár og lögum samkvæmt þá ber hún ábyrgð á rýmingum vegna snjóflóðahættu sem að síðan lögreglan og björgunarsveitir framfylgja. Þessi mynd tekin af mér 15. janúar 2020, nokkrum klukkutímum eftir að snjóflóð á Flateyri fór yfir Varnargarð og inn í hús og ég var þarna fyrir framan mig eiginlega öll ríkisstjórn Íslands að standa fyrir svörum að og þetta var sem sagt í fyrsta skipti sem það fór yfir varnarvirki en þetta í annað skipti sem að við vorum búin að vanmeta getu varnarvirkja og í annað skipti sem að það hafði farið yfir varnargarða á Flateyri. Og í dag akkúrat ár frá því að vinnufélagi minn sem sagt í dag akkúrat ár síðan að hann lenti í stóru snjóflóði í Noregi og missti félaga sinn, var haldið sofandi í 17 daga og kominn með mátt í fót og byrjar að tala aftur. En þannig að í ansi mörg ár hefur sem sagt almannavarna ástand og almannavarna vá verið mitt daglegt brauð. Þessar myndir eru teknar af heimasíðu almannavarna og það eiginlega myndin til vinstri, það svolítið svipað sem að við sáum í brunanum og hún var svolítið ofarlega í huganum þegar að brunin í Heiðmörk var en það var sem sagt eina sem svona virkilega óraunverulegt að það ekki einn bíll á veginum. Það þarna stjórnun og yfir stjórnun eru fjölmiðlar, tengiliðir, áætlanir, bjargir en forgangsröðunin skýr og það að tryggja eigið öryggi, björgun mannslífa, hindra frekari tjón og þar á eftir upplýsingagjöf. Hérna sér maður starf almannavarna í einni mynd og í þessum fyrirlestri þá erum við í raun og veru á þessari hringrás náttúruhamfara, þá erum við í raun og veru í endurmat, lærdóm og greiningu. Ég búin að vera undanfarna vikur í viðbúnað og mótvægisaðgerðum en það mikill þurrkur í Heiðmörk og maður með skóinn í lúkunum að reyna að vona að það detti engum brenniverk í hug að kveikja einu eða taka með sér einnota grill út í
út í samfélagi. En þið sjáið að það gerist eitthvað og ég vil benda ykkur sérstaklega á að þið eru mörg hér inni í forsvari fyrir stóra skóga, að það gerist einhver afburður og þið sjáið þessa skyggðu reiti inn í viðbragðinu, en þetta er sem sagt fjölmiðla umfjöllun. Fjölmiðlar eru mjög stór þáttur í almannavarna ástandi og upplýsingagjöf gagnvart því er mjög mikilvæg. En svo byrjaði ég að vinna fyrir Skógræktarfélag Reykjavíkur og var ansi fegin að ég væri núna bara byrjuð að hugsa tré og gróður og gleði og hætti að hugsa að bera ábyrgð á lífi fólks. En það er alveg ótrúlega margt sem sameinar að vinna í náttúruvá og það eru alls konar skipulagsmál, það er veður, það er útivist, samstarf við sveitarfélög, samskipti við útivistafélög, áætlunargerð, verkefnastjórnun og síðast en ekki síst að maður er alltaf að eiga við náttúruna sem er alls konar og alls ekki hægt að setja í eitthvað Excel-box. En ég ætla að tala svolítið Heiðmörk og þetta var sem sagt og ég var alveg ótrúlega glöð að vera í starfsmaður í Heiðmörk og er sem sagt sjáið Vífilsstaðavatn og þetta er útvistakorti sem við sjáum öllu jafna og við erum með Elliðavatn og svo eru vegakerfi í miðjunni og það er eiginlega stendur 7,8 svona eins og hvítur hringur og það er eiginlega það bil það svæði þar sem að skógareldurinn varð. Er kort af skógareldinum og það sem ég ætla að sýna ykkur er eiginlega fyrst og fremst úr loggbók Neyðarlínunnar og þið sjáið aðeins tímasetningarnar 4. maí 21. Það var sem sagt í lok vinnudags að það berst símtal til mín frá hjá vatnsveitufulltrúanum að það sé lítilsháttar skógareldur sem að slökkviliðið sé búin að slökkva. Ég ákveða að fara samt á staðinn og þegar ég kem á stað og ég hendi svona hjólinu mínu sem ég hafði komið á inn í bílinn og keyri á stað í áttina að brunanum, en það er eiginlega ekki ósvipuð mynd og þessi mynd sem er á skjánum. Það mæti mér sem sagt svona 300 metra eldveggur á þessari ökuferð og ég sem sagt sé fram og ég sé að detta úr símasambandi og hringi fjölskylduna mín og segi við hana að gera ekki ráð fyrir mér meira í dag. En það er ótrúlega margt á gróðureldarsíðunni sem er eiginlega nákvæmlega eins og við sáum í brunanum. Þessi mynd er tekin út úr þyrlu og það sést mjög skýrt. Þið sjáu hjallamisgengið í áttina að Reykjavík og þið sjáu að það er sem sagt vindáttin er í áttina að þyrlunni og eldurinn byrjar í nánast eins og einum punkti efst á myndinni, færi sig síðan út og síðan kemur hann aftur tilbaka sem eiginlega svona krónueldur. Þegar ég kem á staðinn þá er náttúrulega fullt af bílum búin að loka öllum vegum og ég set bílinn einhvers staðar út í móa, svolítið í burtu til að dælubílarnir komist nú leiðar sinnar
og ég fer tek hjólið út og hjóla og þá mæti ég akkurat vettvangsstjóranum sem nýbúin að skipta starf og hafði áður verið að rýma með mér hús annars staðar á landinu og hann segir, gott á sért getur ekki reddað með veðurspá. Og ég hjóla og upp á næsta hól, þar sem símasamband og hringi beint í vakthafandi veðurfræðing, gríp þarna lögreglumann sem ég sé að því ekki með blað og penna og ég stend upp á stein og hringi í veðurfræðing og hann bið hann veður næsta sólarhringinn og sambandi slitnar og sími minn hringir akkurat á þeim tímapunkti og sá sem kynni sig segist vera fréttamaður og óskar eftir viðtali en svo slitnar það samtal. Ég hringi síðan strax aftur í veðurfræðinginn og lögreglumaðurinn skrifar þetta blað sem ég síðan myndsendi til Neyðarlínunnar. Á meðan ég stend á þessum steini og tek þessa mynd, þá tek ég líka þessa mynd. Og þarna þyrlan að slökkva eldinn beint fyrir ofan mig. Hérna sjáum þið eldinn og það var svolítið mitt fyrsta verk einhver í hættu, búið að rýma, einhver á svæðinu. Það var minn fyrsti forgangur að tryggja eigið öryggi, ég taldi mig vera örugga, að rýma svæðið og það var gert í samstarfi við lögreglu og það voru settir vegpóstar að verja og loka heiðmörk og svo og sem sagt að hindra frekara tjón og mér fannst ég geta gert það með því að stytta boðleiðir, hjálpa, þetta vatnsverndarsvæði, stytta boðleiðir þannig að það væri hægt að ná þannig að allt væri gert eftir stöðlum heilbrigðiseftirlitsins og heilbrigðiseftirlitið væri kallað á staðinn þannig að það væri ekki frekar tjón á vatnsbólum en þurfa þykir og eins það sem sagt Björninn sem sagt stór björgunarbíll sem var sem sagt sambandslaus ofan í þessum dal eins og allir hinir og það var eitt af mínum fyrstu verkum var líka að ná í kort af svæðinu að hleypa öllum þannig að slökkviliðsmenn upplifðu og væru með sama kort og gætu talað út frá örnefnum sem að við þekkjum, þeir þekkja og það á þessu korti sem ég sýndi ykkur áðan, þar líka reitakerfi sem auðvelt að staðsetja sig á og þetta var notað af slökkviliðinu í brunanum. Þannig að það þurfti að flytja Björninn sem sem sagt samskiptamiðstöðin upp á þennan hól og þegar ég var upp á hól þá óskaði ég líka eftir sérspá hjá veðurfræðingunum og þegar þetta sem sagt frá Neyðarlínunni, sérspáin sem var send síðan Neyðarlínunnar og fór til björgunaraðila sem sagt 1751. Hérna sem sagt þyrlan að lenda. Nei, hérna þyrlan og hérna sjáu þið brunan og þið sjáu eldgosið í baksýn og þið sjáu skjólan biluð en þeir voru að ná mikið í vatn að Elliðavatni en eitt af því sem að mér datt í hug eftir hennar bruna hvort það væri ekki skynsamlegt að dýptarkort á flestum vötnum landsins lægi fyrir en Elliðavatn að stærstum hluta minni en 1 meters djúpt.
Eitt af því mikilvægasta sem ég veit af mínu fyrir reynslu sem sagt upplýsingagjöf. Þannig að þegar ég var búin að ná í kortin þá var næsta verk að hlaupa upp á hól í beina útsendingu á stöð 2 af því að það var, og stöð 1 reynda líka. Og það var af því að þeir voru með samband þar og það var svona lúpínu kapplaup upp á brekku til að ná því. En sko upplýsingagjöf eitthvað sem mjög mikilvægt. Hérna meira úr hvenær björnin færður og svona tímasetningarnar á þessu. 22-23, eldurinn virðist vera að sækja í sig veðrið upp á hæðinni og bæti í vind og virðist vera að fara inn í skóginn. En veðurspáin gerði ráð fyrir að það væri að vera að breytast í suðvestanátt þar sem aðal stigakerfi okkar í hættu. Á svipuðum tíma þá sáum við eldinn koma tilbaka og þetta var bara nákvæmlega svona að maður sá fururnar brenna eins og eldspýtur. Þannig sem að björnin, og þetta var náttúrulega meira en surrealist að vera innan við ári síðan í hætt á Veðurstofunni að vera með skógareld og eldgos hinum megin. Og en svo þetta líka úr logbók Neyðarlínunnar. Og sennilegast það sem stendur í sérspánni að rakastig, að loftraki breyttist, að allt í einu átti slökkviliðið séns. Á miðnætti vorum við búin að skilgreina að það væri 55 hektara svæði sem væri búin brunnið og við vorum og það var eftir lýsingum frá slökkviliðsmenn og vettvangi og nóttina þá gerðum við fréttatilkynningu í samstarfi við Orkuveitu Reykjavíkur sem kom strax út morgunin eftir. Klukkan 2 barst mér ásamt stjórn Skógræktarfélags Reykjavíkur þessi póstur sem sem sagt verið að kvarta undan því að ég hafi verið þarna upp á hól og dæst og slitið samtali við fréttir í náttúruvá. Sem kannski bara segir ykkur líka hvurslags mikilvægi að hafa upplýsingagjöf á einu stærsta útivistarsvæði á landinu alltaf til dags. En sjáum við sem sagt myndina brunanum og þetta reyndist vera 61 hektari, ekki 55 eins og við vorum búin að greina þarna nóttina. Og ég minni aftur á þessa mynd sem sem sagt upplýsingagjöf og ég held að við ættum líka að taka mjög alvarlega á þessa endurmat og lærdómur, áhættugreinir, mótvægisaðgerðir, viðbúnaður. Og það eru alveg rosalega margar góðir þættir í gróðurelda heimasíðunni sem við erum búin að horfa svolítið á, kvista upp. Vorum við sem sagt að grisja undir Hamraneslínu 1 og 2 og Sævar Hreiðarsson sem gat ekki verið með okkur í dag, skógavörður í Heiðmörk. Þetta voru 20 metra há tré sem við vorum að fella undir línunum. Og það þurfti að stöðva að hluta til, má ég fara pínu yfir tímann í 5 mínútur? Já, þannig að það var sem sagt og við fundum sem sagt sviði tré við þessa grisjun. Við erum búin að kaupa svona bakpoka sem reyndar ekki komið til landsins og við erum að setja út svona klappir. Við treystum reyndar ekki að hafa svona haka á útivistarsvæðunum okkar en ætlum að setja svona, erum búin að setja svona brúsa og klöppur á, einnig keyptum við rafmagnshjól sem bara að komast hratt út allan skóginn og með svona bruna bakpoka. Ég held að það sé mjög sniðug, svona einföld lausn. Við heldum æfingu og sjáum þið hluta af þeim sem voru, þetta svona flókið. Við erum með
Við erum með sem sagt póstlista, við erum búin að koma á póstlistakerfi þannig sem almannavarnir heldur utanum. Við erum sem sagt einn af fáum skógum sem eru með töluvert af brunahönum inn í skóginum. Næstu skrefi sem sagt flóttaáætlun, endurútgáfa kortum með flóttar, bæta GSM-samband, áframhaldandi grísjur, vöktun og myndavélar og eins innviða uppbyggingi eins og til dæmis græni stígurinn. Ég lofa að tala rosalega hratt. En ég er náttúrulega búin að vinna við að verjast náttúruvám í minn starfsferil og ég innleiddi meðal annars evrópsku snjóflóðaspárnar og þýddi þessa töflu yfir í íslenskan veruleika. Ég er búin að vera svolítið hugsi eftir þessu hvort að við eigum ekki að spá fyrir. Við erum alltaf að eiga við náttúruna og það er sem sagt náttúruvá og þetta er ekkert svona pínu óáþreifanleg nálgun hvort að það sé hætta eða ekki hætta. Og mín upplifun út frá snjóflóðunum var að við værum sem sagt við stæðum á upplýsingum að við vissum að það væri snjóflóðahætta en Veðurstofan var ekki að gefa út neitt og þess vegna lagði ég mjög hart að það yrði gefin út snjóflóðaspá. Ég held að við séum svolítið svipuðum stað með bruna. Við vitum að það er brunahætta núna en erum við að vara við henni? Er einhver farvegur? Ég held að snjóflóðin, við höfum núna tæki og tól sem að almenningur, við erum núna líka búin að innleiða veðurviðvaranir. Allir skilja sirka hvað gul veðurviðvörun er og ég fór að kanna þetta svolítið. Það er sem sagt evrópska veðurfræðistofnun er sem sagt með sameiginlegt að berjast við alls konar náttúruvár. Það er skógareldahætta er ein af þessum vám. Það er ekki, sjáu þið lista yfir mismunandi veðurstofur og hvernig þeir eru að skilgreina mismunandi hættur út frá þessu kerfi en það virðist ekki vera jafn mikil samhengi og eins og í snjóflóðunum. Svo fann ég eina ritrýnda grein þar sem var verið að tala spá skógareldahættu. Það er frá Finnlandi og að því að það var svo mikið verið að tala skógarelda í Finnlandi þá fann ég þessa glæru inn í þeirri grein í gærkvöldi. Ég held að þeir séu nokkuð duglegir að slökkva elda en þá kannski sérstaklega árið 2022 þar sem fjöldi elda var yfir 1500 en fáir hektar af brunnu. En endilega bara ef að þið hafi einhverjar spurningar seinna af því ég held að Ragnhildur sé brjáluð. Það var bara takk fyrir.